Gott fólk og verið hjartalega velkomin til Bretlands á Brands Hatch þar sem við ætlum að fylgjast með 7. umferð í fyrstu deild hjá GTSI Grand Tourism samfélagið. Næst síðasta umferð á þessu vortímabili og þessu sinni one make keppni, þar að segja að það allir að fara að keyra sama bílinn sem og þessu sinni Mazda Touring eða MX-5 myndu margir þekkja hann sem, en það er mjög vinsælir í Mazda Cup keppnunum og eru þekktir fyrir að bjóða upp á náinn kappakstur og mikla baráttu og það vonandi að við sjáum eitthvað af því hér í kvöld. Það alveg svo sannarlega hægt að keppa á þessum bílum og eiga í góðri close baráttu lengi og vel, en það ekkert öruggt í þessum bransa. Við sáum í keppnum í gær, það voru töluvert baráttur í annarri deildinni, aðeins minna í opnu deildinni, en ég búinn að lenda í lobbyum þar sem að sömu einstaklega berjast hring eftir hring og eintóm gleði í gangi, þannig að eins og með allan kappastur þá lendir maður góðum keppnum fyrir áhorfandann og svo aðrar það sem gerist minna, en ég hef fulla trú á því með þessa ökumenn sem við erum í hér í kvöld að við séum að fara að fá góðan kappastur og svo aldrei að vita hvort menn fari í pittin eða ekki. Það svo sannarlega hægt að keyra þennan bíl til enda á þess að fara í pitt, því að í þessari keppni ekkert mandatóri pitstop. Það engin skylda að skipta dekk og það engin skyldu dekk, þannig að það starta allir á medium sem að verða einnig nothæð í tímatökum og síðan bara spurning hvort þú allir að þrauka 18 hringi, nei fyrir ekki 36 hringi, það var 18 í gær, eða hvort þú ætlar að fara í pittin. Nú, kostinir við að fara í pittin að hann mjög stuttur og þú þarft ekki að taka bensín, sem þýðir að þú getur verið inn og út úr pitt kringum 11 sekúndum og góða við það að fara í pitt líka að þótt að dekkin nái til enda þá missaðu þau vissulega á seinni helmingi keppnarinnar grip og ég hef heyrt út undan að það sé alveg töluverður munur á hraða ringsins á eittum dekkjum og ferskum, þannig að hugsanlega verða einhverjir sem keyra allan tíman og hugsanlega verða einhverjir sem að fara í pitt. Nú Ingi Þór heiti ég, sitt með ykkur hér í kvöld og Gunnar Ágúst, hann mætir hérna bara any minute now. Hann hvergi fjarverandi, hann verður hér eins og vanlega með mér í kvöld og við fögnum honum þegar hann mætir á svæðið, en þangað til verður að láta mig duga. Og vitir menn, speaking of the devil, þá ég bara nokkuð viss það að Gunnar var að mæta. Já, góða kvöldi, kæru áhorfendur. Góða kvöldi, Ingi. Já, góða kvöldi. Þetta var svo good timing að halvaðurinn á. Ég var einmitt að tala ég var eiginlega að kynna okkur og segja að þú myndir mæta og þá bara mættir við. Þetta var bara skrifað í skíin. And there he was. Já, algjörlega. En já, ég var einmitt að ræða hérna að þrátt fyrir að möguleiki á því að fara ekki í pitt til að taka bensín eða skipta dekk sé fyrir hendi, að þá ekkert endilega víst að menn muni nýtast til það, því að það stuttur pitturinn, þú þarft ekki að taka bensín og þú ert hraðari á ferskum dekkjum heldur en autum dekkjum, þannig að miðað við að pitturinn stæður í kringum 11 sekúndur kannski, að þá aldrei að vita, þannig að við sjáum pitstop í kvöld. Hvað heldur þú? Tja, þetta náttúrulega Brands Hatch og ef að menn alveg sér skemmt þá held ég, og sérstaklega snemma í keppni, þá líklegt að menn fara í pitt sko, en ekki út á dekkjum með bensín. Ég varst um það. Já,
þetta verður spennandi, það kemur í ljós. Ég get alveg trúið að einhverjum myndi skella sér inn ef að þú ert að tapa 1,5, 2 og rúmum sekundum á hring. Ég veit ekki hvað munurinn er á dekkjum og lítilsleikrum að það var þó ekki lengi að vinna þessan tímu upp, en á móti kemur að track position á þessari braut er algjört key atriði því að það er ekkert auðvitað að taka fram á henni. Þannig að jafnvel þótt að maður græði kannski smá hraða ef það er í pit, þá gæti verið að maður tapir því líka til að reyna að vinna sig upp aftur, fattarðu. Þannig að þetta er eitthvað til að spá og spekla í, en ég ætla að leyfa mér að veðja það að það verði ekki allir saman planinu í kvöld. Já, ég held að sé nokkur rétt hjá Ingi og allt þetta nýtast á okkur á morgun. Algjörlega, þetta er bara general pröfa. Þetta er general pröfa. Algjörlega. En já, þetta verður áhugavert. Ég hef séð margar skemmtilegar baráttur í æfingalobbyum og bara í skemmtilobbyum á þessum bíl. Þar sem hann er oft valinn vegna þess að það verður oft close barátta og eitthvað skemmtilegt á brautinni sem er það sem einkennir bílinn. Þannig að já, ég er vongóður fyrir kvöldið. Já, ég líka. Mjög vongóður. Þetta gæti orðið mjög close. Mikil barátta og jafnvel allan tíman. Já, algjörlega. Þessi bíl er svona pínu svo rigning, hann færi menn nær saman. Já, nákvæmlega. Það er kannski bara hraðinn, en anyways, það pínu skrítið að vera í Bretlandi og það er ekki rigning í boði. Það er bara boðið þung ský og súld, en þetta er svona landið sem að er kannski hvað mesta líkur á að rignir í ef þú fara á keppni. Já, það er alveg klart mál. Það er eitthvað að ræða við Polyphony. Já, algjörlega. Ég hef tvisvar sinnum farið á kappakstur í Bretlandi, annars vegar motocross-keppni og hins vegar Formule 1-keppni og í bæði skipti hringdi. Já, ok. En var það ekki bara geggjað? Bauð það ekki upp á frábæran kappakstur? Jú, algjörlega. Þetta er allt í minningabankan. Mjög gott. En sem betur verið hringdi bara á æfingum í formúlunni, ekki í keppninu sjálfu. Það er ekkert að segja það saman crosskeppnina. Herru, já, það fer að styttast í tímatökur. Hún er 26 mínútur yfir. Við byrjum tímatökur á slaginu hálf. Slaginu hálf, yes. Ég fer að henda út viðvörun núna, 3 mínútna viðvörun. Já. Þessi tippar á sponsum í leiðinni. Já, tippar svo á sponsum. Og þið kannski kæru áhorfendur hendið þeim spá, maður er alltaf gaman að fá þeim spár og ítið á like að sjálfsögðu. Já, like, subscribe and fortune telling, það er málið. Gæti bara ekki sagt það betur. En fyrsta deildin, hún er sponsuð á Autocenter. Þau eru út við alla verðlaunagripi bara í öllum deildum hjá okkur. Eru okkar diggasti sponsor, búin að vera með okkur mjög lengi. Classic Detail eru með verðlaun fyrir top 3, pakki af bílahreinsuefnum. GT Akademianum er sömuleiðis verðlaun fyrir top 3. Klukkutíma gjafabréf í Hermanna hjá þeim. Svo erum við með Kalda, hann er með verðlaun fyrir top 3. Kraft Day er með afsláttarkóða og verðlaun fyrir sigurvegaradeildarinnar. Afsláttarkóðin er að sjálfsögðu GTS Iceland. MS er svo með varning til sigurvegara tímabilsins. Verkfræðistofa Reykjavíkur er með sömuleiðis varning til sigurvegara tímabilsins og Yamaha á Íslandi er með gjafabréf fyrir sigurvegara tímabilsins. Já, heldur betur. Þakkum þessum aðeins fyrir. Og það er einhverjar spár komnar hérna inn í loftið. Binni Skram. Messed up anyway. Dimmi tekur þetta kvöld. Hefur ekki fundið dekkjagrúð á brautinni. Hillbilly, Hilmar, tímataka Alex, Dimmi, Brynjar, Póll, 1.37, 5.43. Keppni Alex, Dimmi, Brynjar og fastest lap 1.35, 6.75.
Ertu kannski til í að henda inn í á hvaða hringjum þetta er? Bara svona svo þetta sé aðeins nákvæmara. Binni segir Dimmi, Alex, Sæli, þetta er allt gott tilbili minn. Ívar segir Brynjar, Alex, Dimmi. Og tímatöku spá hjá Ívar er 1:36, 7:36. Yes, hvað segir við það? Yes sir. Ég er að pæla hendin inn í spá. Já. Ég ætla að hendin Dimma, Brynjari og Alex. Já. Ég sá það var enginn búinn að taka það, þannig að ég ákvað að taka það. Ég ætla að koma með hérna helvíti ferska, skemmtilega. Ég ætla að spá bronsstrengnum sigri. Þetta verður dagurinn sem bronsstrengurinn Brynjar Pétursson nælist þér í gullið. Síðan ætla ég ætla algjörlega hlutlega spá. Ég ætla að spá Alexi öðru og Dimma þriðja. Þar hafið þið það. Og Dimmi að krassa hérna fyrir okkur í beinni. Vel gert. Hefur að fá að replaya á þetta. Er það hægt í Nei, það er ekki hægt í æfingalobby. Sorry, það verður að vera keppni. Ég spólu bara tilbaka fyrir replay. Það er svona poor man's replay, eða ekki? Poor man's replay. Ég geti notað eitthvað poor man's replay eins og þið viljið. Vel gert. Eiríkur Ingi segir Alex, Brynjar, Ársæll og eins og sjáið þá erum við komin á útring í tímatökum. Þetta er alltaf að herjast. Yes, Dimmi er fyrstur á braut eins og æfingum, með hraðasta tíma á æfingum. Við fylgjumst með honum hérna á Lavasjó livery bílnum. Dimmi númer 44. Ætla hann sé stór aðdáandi hérna Ferrari mannsins, Lewis Hamilton. Og hvað er skrítið að segja þetta? Já, þú meinar, ég hef aldrei hugsað út í það, en þegar þú segir 44 þá veit maður aldrei. Það getur bara vel verið. Bara alltaf spurt hann út í þetta sjálfur. Já. Nei, þetta er áhugaverð topic. Við þurfum að komast í botns í þessu. Við þurfum að gera það. Bergur Freyr Geirsson segir að í keppninni verður Alex, Dimmi, Gunnar og Páll verður 1:35, 8:49 á sjötta hring. Yes, það munar ekki til það. Ólífer spáir Alex, Brynjari og Dimma á Páll segir ég, og Jón Þór segir Dimmi, Alex, bronsmaðurinn og Pállinn er 1:36, 2:96. En við sjáum Dimma koma hérna, klára fyrsta hotlappið. Hver verður tíminn? Já, hann ekki að klára hotlapp. Jú, það ekki bara. Það lítur að vera, kom ekki tímum maður. Það er allavega eldur auður. Ég er alveg eitthvað, ég var bara að gleyma að við vorum að gera Mustang, það tekur aðeins lengri tíma hringurinn. Ársæll sem að er fjarverandi í kvöld segir henni í spjallinu ekki vera að veðja mig. Já, það er annað sem Dimmi gerir hérna. Kemur niður brekkuna eftir langa beinakaflan, fer aðeins út á grasið, en það er yfirleitt bara nokkuð fljót leið hann í gegn. Það er ekki búin að vera neins svona sjáandi afgerandi mistök hjá honum. Þetta lúkkar nokkuð smúð hjá honum. Commentator's curse. Já, þetta er bara style points. Það vantar sko í viðbót við replay, þá vantar slow motion replay in a leik fyrir svona slide action. Það væri klikkað. Það er við þessari braut maður getur hent þessu bílinn í beygju á sportdekkunum. 1:37.7
það var nokkuð langt frá því það sem var spáð í spjallinu. Heldur betur. Brynjar kemur hérna. Brynjar hefur ekki átt mjög góðan hring heldur. Setur 1.39. Hérna Lando Norris eitthvað, já, ef mér að segja, skulum fá að playa á þetta, hvað var að gerast þarna? Hann að keyra hægt að Lando, eða Carlos heldur, og svo ætti hann að starta hring en hann hefði þurft að bíða einn ökumann í viðbót, því að hann var bara actually fyrir honum Hilmari hana. En þetta var nú ekki ætlunarverk. Klálega ekki. Það stundum svolítið mix-up en það nú nóg pláss á þessari braut og það var bara 8 ökumenn, þannig að þetta ætti nú að vera hægt. Algjörlega. Sjá, Alex kom með hraðasta tíman hérna, 1.37.1. Hann á fjólubláðan. Já, hann heldur betur búið að vera að róla honum Alex síðustu keppnum, búinn að vinna 3 í röð og situr efstur á stigum. Já, ef mér skjálfast ekki þá þarf hann að ná á pall til að tryggja sér sigurinn í deildinni. Já, það er bara þannig. Ég skal segja það. Ég leiðir þetta mig ef við fyrir með eitthvað skrítið mál. Já, hann er búinn að eiga hörku sísón. Seinni hlutina þessu tímabili alveg rosalega betur. Já, byrjaði algjört flott fyrsta keppnin hjá honum, fekk 1 stig og fór engan veginn eins og hann átti að fara, en síðan er þetta bara búinn að vera, hann er búinn að vera palli í öllum öðrum keppnum. Náði öðru sæti í keppni nr. 2, síðan tók hann 3. sæti og síðan er hann búinn að sigra 3 sinnum í röð, þannig að algjörlega. Hann er alveg hálfri sekúndu á undan Brynjari sem er í öðru sæti. Brynjar er á fjólubláðum, en fer vítt. Ég sjá það ekki, en ég er að fylgjast með honum hjá mér í Commentators sætinu. Dimmi er svo líka á heitu hring, ég skal láta það vita ef hann er eitthvað að bæta sig. Já, við erum komin á Brynjar, hann er að bæta sig 30, en það er ekki nóg í fyrsta en það er samt bót. Spurning hvað þessi slæt hjá honum sem vorum að sjá, séu eitthvað aðeins að draga úr ferðinni. Þótt að sé cool að slæta, eins og sjáuð, hann er búinn að tapa þessum 3/10 sem hann var með. Þótt að sé cool að slæta, þá er það ekki hraðasta leiðin. En það er nánast engin munur á milli Brynjars og Dimma. Það er 0,061 á milli þeirra. Dimmi er í 3. Þannig að skulum kíka snöggvast á Dimma, sjá hvað er að frétta í honum. Er hann að bæta sig eitthvað? Sýnist ekki. Átti frekar hægan fyrsta sektor. Nei, hann er langt frá því. Þannig að saman hvað Eiður Daði geður, hann kemur hann yfir, hann bætir sig hátt í 4/10 hluta. Minnkar að spila í topp 3. Algjörlega. Stekkur í 4. Alex er kominn hátt í sekúndu undan Brynjari núna. 1.36.6. Herru, hann er kominn í, vá, þetta er svalur tími. Það er bara að segjast. Já, hérna, við erum að tala í spjallinu hvort að Alex sé ekki komið með force feedbackið sitt aftur, en hann keyrði síðustu þorlagssturskeppni án force feedbacks. Og fyrir ykkur sem að vita ekki hvað þorlagssturskeppni hjá okkur eru, þá er það 2 tíma keppnir einu sinni í mánuði. Og það er svolítið skrítið örugglega að keyra 2 tíma án þess að vera með neitt feedback á stýrinu. Já. Hilmar að skauta út af þannig, sáum hann í mynd fyrir aftan einn daga. Þetta var skrautlegt. Það fær stig fyrir style points. Gunnar Karelsson að bæta sig.
Já, þessi bíll býður alveg upp á svona style points. Þá sjaldan maður finnur sig í Tokyo drift á honum. Eða sjaldan, það er bara nokkuð oft. Mér sýnist þetta vera mest í slagurinn á milli Brynjars og Dimma eins og En Dimmi að fara að byrja sinn síðasta hring. Já, skulum skiptið á Dimma hérna. Leið og Gunnar kemur í mark. Hann að klára hringið sinn og að bæta sig að þá. Spurning hvort hann haldi því. Sjá hvað nafni gerir. Já, bæta sig hálfa sekundu. Hoppar upp í 5. sæti. Bara fyrir Carlos. Dimmi var rétt tæpur á fyrsta sektor, ekki að bæta sig, en mjög nálægt því. Hvað er að frétta Brynjar Péturs, hann að koma hérna. Brynjar Péturs að bæta sig. Það lítur út fyrir að hann sé að hoppa, en hann hoppar náttúrulega ekkert upp fyrir Alex og Alex hátt í sekundu á undan, en gerir þetta pínu erfiðara fyrir Dimma og hann bætir sig. Já, hann bætir sig 30. Komin inn á mitt á milli Dimma og Alex. Dimmi er líka að bæta sig. Það fer mjög vítt hérna. Þetta var ekki að hjálpa honum. All or nothing. Alveg á ystu nöf hann Dimmi. Hálfur út og braut. Þeim síðustu bæjunum. Og þar tapaði hann öllu því sem hann hefði verið að bæta sig Þá er þetta bara svona það bil komið á okkur. Já, bara Gunnar sem að klára. Mér sýnist hann ekki vera að bæta sig neitt. Nei. Þar hafið þið það. Skulum við kíkja hérna á úrslitin. Það er Alex Geirsson fyrir MS Racing sem að situr á pól í fyrsta sæti með 1.36.645. Nú, fyrir aftan hann kemur síðan Brynjar Péturs, 3. sæti Dimmi, 4. sæti Eiður Daði, 5. sæti Gunnar Karlsson, 6. sæti Carlos, 7. sæti Hilmar, 8. sæti er Jón Brynjar. Og hér erum við með þessa 8 keppendur sem er hér á línu í kvöld, fámennt en góðmennt. Já, hérna Heimir og Ársæll fófullust. Ársæll er upp á slís og eins og hann mættur í komitinn með hérna magaverk og sko honum allsins besta. Já, hann spáir hérna Dimma fyrsta sæti, Alex öðru og Brynjar þriðja. Ert þú með allar upplýsingar sem þú þarft? Heldur betur. Geggjað. Þá bara styttist í að við ræsum þessa keppni. Tím eftir að Gunnar stilli upp lobbíinu og raði á ráslínu. Já, það er bara súld. Það er bara súld. Þetta var eftir að breytast í sólskinn eftir smá tíma. Það eru miklu líkur á því. Já. Það er fljótt skipast veður í lofti yfir Bretlandseyjum. Það eru svona eins og Ísland. Það er fá svona alls konar sýnisson. En já, þótt að það sé súld í lofti eins og kom fram á það, þá getur ekki rignt því miður á þessari braut, eins skrítið og það er fyrir breska kappaksturin, ef svo má kalla. En í síðustu umferðinni sem verður svo eftir 2 vikur, þá heldur betur getur rignt þar sem að verður keyrð þolagstur keppni sem loka umferðin á þessu tímabili á Nürburgring eða slaufunni eða græna helvítinu eða hvað sem menn vilja kalla þetta. Nordschleife, sumir segja bara besta braut sem til er
aðrir hræðast hana og bara eiga erfitt með að æfa sig þar. En enga síður, Legendary braut sem í uppáldi hjá mörgum og þar erum við að tala hringtíma sem milli 8 og 9 mínútur. Erum við að keyra GP eða slaufina bara? Mástu það? Þetta bara slaufan í ár. Já, þannig við erum að tala hann í tæpar 9 mínútur hringurinn. Give or take 20 sekundur. Ég held að það sé nær 6 þegar maður keyrir bara slaufina sjálfa. Já, sæll. Ekki með GP. Ok. Ég að rugla. Já, ég er að hugsa GP, sorry. Það er alveg rétt. Það er 8:20 eitthvað. Já. Give or take með GP-brautinni. En já, enga síður. Löng, krefjandi braut og stór skemmtilegu kapastur. Eftir 2 vikur og vonandi rigning. Ég veit að Jóna mun dansa regndaginn, dansinn, eins og vanalega. Já, það er allavega mjög mikla líkur á því að rigni á þessum 2 tímum. Það verður eitthvað. Það býr fyndið sko hérna áður fyrr þegar það var ekki svona custom veður þá hérna vældi allir yfir regnkerfinu og svo þegar kom custom veður þá vældi allir yfir að sé aldrei regn í regnkerfinu. En já. Við ætlum að fara að starta þetta. Klukkan er korter í. Allir komnir á griddið. Ég er örugglega búinn að stilla griddinu rétt upp. Yes. Mazda sportbílakapastur að hefjast. Brands Hatch, þetta gerist ekki meira brest. Nei. Já, fyrir þetta kannski í möstum. Og þarna er á ráslínu, allir klárir, 4 stykki sikkur megin. 36 hringir. Þetta verður eitthvað. Ljósin að koma á. Og það komin tími til. So let's go racing. Carlos með svakalegt start þarna fyrir aftan á gráa bílum. Já, það var eiginlega bara ábyrgandi góð stört úr öftustu röð. Gerir mistök. Og Carlos vítt tapar öllu sætinu sem hann vann í byrjun. Dimmi fær refsingu fyrir að fara vítt þarna. Þetta var mjög skrítið atvik. Og nær fram úr Brynjari. Komið refsing á fyrsta hring. Ég hef nú ekki búist til refsingu svona fljótt. Ef við á að vera alveg hreinskilin. Nei, ekki alveg. En kannski það eina góða við að fá refsingu á Brands Hatch að hún tekur ekki mikinn auka tíma. Hún eiginlega bara það sem hún skrifið á meðan. Sjá, Dimmi með svakalega gott rönn á Alex. Spurning hvað hann gerir, ætlar hann að sína sér innanverðu. Hann gerir það. Og Alex fyrir svolítið. Það þarf að slá aðeins að. Það er bara risky move strax á fyrsta hring. Já, ég meina Dimmi hefur enga að tapa. Hann með refsingu. Hann hafði eftir að sjöflast aðeins aftur. Hvort sem Hann er að fara að tapa svona einu sæti, ég að segja það. Það verður ekki meira. Nei. Ég tók eftir í gær í opnudeildinu og annarri deild að refsingin var ekki að taka henni að auka tolla. Nú tekar hann refsingun út, já. Brynjar endur heimtir annarsætið. Já, hún bara basically gaf Brynjar í sæti sitt aftur og ennþá bara í góðri barðu. Þeir mega náttúrulega helst ekki láta Alex sleppa undan með þann hraða sem hann með þeir þurfa eiginlega að halda honum heitum í smá pressu eða þeir vilja eiga einhvern sjens. Sjá hvað Dimmi gerir, hann tekur svakalegt drift. Þetta var rosalegt. Nákvæmlega. Þetta var geggjað. Ég tímdi ekki að replaya þetta því ég með hérna replay accidentið hjá honum Carlosi tilbúið þegar að færi gerst. Ég færi Brynjar fyrir rosalega vítt. Cheap man's replay á þetta. Já, cheap man's replay. Það er alltaf hægt að hendi það. Það er rosalega barða hérna hjá Dimma og Brynjari. Dimmi alveg illur í skottinu á honum. En Alex ekki alveg sloppinn ennþá.
Nei. Nú er spurning hvort að Dimmi setur ekki hausinn niður bara og vinnur aðeins saman með Brynjari. Þannig að ná honum Alex bump drafta jafnvel. Já, þegar það eru báðir í Lavasjó hýði þá væri ég líklega til að trúa að það myndi gerast, en ég veit ekki með bump-draft á milli þeirra tveggja. Nei, þeir eiga ágæta sögur, svo sem. En það er samt sko eitthvað sem að menn ættu oftar að nota sér, því að maður sér þetta oft í svona World Series keppnum og svoleiðis, þar sem að menn vinna saman og geyma baráttuna pínu hann til seinni keppninni. Já, og í svona þéttum hóp eins og okkar þá skiptir hver tíundurlítið máli. Akkurat. Við erum bara svo gráðu þjóð, við viljum sæti okkar strax. Já, við erum alltaf hana ekki þolinmóð þjóð. Nei, það er seint sagt. Dimmi hérna alveg eins og skugginn. Já, með svakalegt rönn á Brynjar nær að koma sér einaverðið inn í herpinni. Já, næs. Flottu framárástur á Dimma. Brynjar tók smá dans út úr beiginni og Dimmi nýtti sér það heldur betur. Og meðan fjarlægist Alex inn í súltina. Held ég búið að dreifast svolítið úr pakkarann. Dimmi á fjólubláum hring. Og þau eru svolítið búin að skilja sig að þennan fyrstu þrír. Það er svo sem ekki í fyrsta skipti. Smá bil í hann Eið. Og Hilmar næst. Gæti hugsanlega verið barátta hérna sjötta sætið á milli Carlos og Jón Brynjars. Já, Gunnar sem byrjaði 50, hann er komin í síðasta sæti, hann hefur lent í ykkur. Nei! Þetta var rosalegt. Þetta var rosalegt, ég þarf eiginlega að replaya þetta frekar heldur en fyrsta replayið. Já, Carlos kom með vélaskemmt og allan pakkan. Við skulum setjast borð hjá honum, sjá hvernig er að upplifa þetta first hand. Slætar, opposite lock, BOOM! Beint í vegginn. Svona gerist þetta á brautinni, krakkar. Þetta var rosalegt, maður eiginlega fekk bara svona fyrir hjarta. Já, algjörlega. En sko, hann verður þó líklega fyrstur til að pita hérna á þessu keppitum. Alex, já, það er alveg tæru held ég. Alex er með hérna 1,8 á Dimma. Já, Dimmi er þó að halda honum inn á seilingar. Alex var komin yfir 2 á hann. Brynjar er líka að hanga í Dimma pínu. Með hraðasta hring. Hann ætlar ekki að láta þetta eftir svona auðvitað. Nei, ábyggilega ekki. Og sko, talandi stratt, ég myndi segja að Dimmi væri típan til að taka ekkert stopp. Já, það er alveg klárt ná. Hann er meira að segja á Mastu. Ætli hann sé betri á Mazda Cup að þegar hann keyrir Mazda í Group 3. Heldur hann fá einhver fríðindi. Það er spurning. Það sé með einhverja parta á hinni Mastunni. Sjáðu, hann er búinn að taka 0,3 hérna af Alex. Já. Á hálfur hring. Hann er man on the move, Dimmi. Hann er það, hann var hraðastur á æfingum fyrir tímatökur. Þannig við vitum að hann hefur hraðan. Honum líður vel hérna. Já, og bætið hraðasta hringinn. Tekur svalegt drift hérna í fyrstu beina. Þetta var rosalegt. Dimmi alveg sideways. Og fer út af hérna. Þetta er náttúrulega bara búin að vera konfektinn að fyrstu hringinu hjá okkur. Já. Þetta var rosalegt, þannig að tapaði hann alveg 1,5 sekundu á Alex. Ég skýtur dekkið þokkar út. Brynjar aðeins tæpur, Dimmin þetta líka. Já, þetta eru svona bílar sko, þú veist, þú getur ofkeyrt á pínu meira kannski heldur en suma aðra sem að
refsa mann öðruvísi. Það svona eins og, þú veist, gluggi mistakana þegar þú ert á línunni, hann pínu stærri heldur en til dæmis þegar þú ert á línunni á grúp 3. Já. Þú hefur ekki eins mikið tilfinningu fyrir henni, en á þessum getur þú slætað vel yfir línuna en náðu henni tilbaka. Þannig að það einmitt það sem við erum að horfa svolítið á þegar við koma slætandi út úr beygju eins og þetta væri einhver photoshoot bara upp á töffaraskapinn, og þá eru þeir bara að pússa bílinn alveg eins og hægt sko. Hann aðeins búinn að slíta sig frá Brynjari aftur. Þetta náttúrulega vinnur allt með honum Alex sem er búinn að auka forskotið. Hvað sagðið þú áðan ekki? Sólin myndi byrja að skína? Já, það er aldrei sama veður í 10 mínútur í beldi. Hann er aðeins að tíkast róðurinn hjá Dimma. Það var bara að setja hausinn niður. Engin fleiri mistök. Já, Carlos er komin halva mínútu eftir næsta keppanda, enda búinn að fara í pitt væntanlega og gera við. Ekki byrjar keppnin vel hjá honum. Segðu mér, ert þú að sjá livery á Carlos bíl? Nei. Hann er bara silfraður. Já, þannig að það er ekki... Það er nefnilega stundum komið fyrir í útsendingu og einn sér ekki livery á meðan annar gerir það. Þannig að, já. Ég veit ekki hvort það sé baggur í leiknum eins og stundum eða bara hýðis klæðgerða maðurinn hafi ekki haft tíma. Það er spurning. Nú er ég bara ekki alveg viss. En sjáðu, bilað milli Brynjars og Dimma. Já, það var í 0,7 þegar ég kíkti á hana. Það hefur eitthvað farið aftur upp í síðustu bið. Það er komið í 5,5. Í Alex, já. Spurning hvort það séu búin að steikja dekkin sín svolítið. Dimma og Brynjar. Ég sem spáði bronsmanninum sigri og svo náttúrulega bara festra sig í þriðja þannig að finnst bronsi svo gott. Brynjar. En hann hefur verið að hanga nokkuð steady í sekundu fyrir aftan Dimma. Það er ekkert búið að aukast mikið meira eftir að fóður í sekunduna. Setjast bara borð hjá Brynjari, sjáum hvernig línur hann er að taka. Það er að nýta brautina vel hérna. Hanna. Já, Alex kom með hraðasta ring 1.36,8. Það er eins og hann hafi komist á bragðið með sigurinn og síðan þá er bara ekkert aftur snúið. Já. Mér sýnist það. Hann ætlar sér að tryggja sér úrvalsdeildarsæti í þessari keppni. Það er ljóst. Algjörlega. Þessi beygja sem við vorum að horfa á hann taka fyrsta beygjan þar sem að þú beygir svona niður brekku. Hún er alveg þræl skemmtileg. En tricky. Ekkert smá tricky. Algjörlega. Svona líkist að mörgu... Hvað segirðu? Nei, halda áfram. Svona líkist að mörgu leyti beygju 6. Svona... Já, svona niður í móti blind beygja einhvern veginn. Þú vilt alltaf slæta vítt í þessu beygjum einhvern veginn. Sko, eins og með fyrstu beygjuna, sko, þá byrjaði maður að beygja svona niður brekku og svo kemur svona smá dropp og ennþá meiri brekka og manni finnst stundum eins og maður sé að fara út úr brautinni þegar maður kemur þar
en þá pressast bílinn niður og fær ennþá meira grip og þú helst á brautinni einhvern veginn. Þetta er skemmtileg tilfinning. Þetta er mjög skemmtileg beygja, en það eru nokkrar trikk í beygjunar hérna eins og þessi sem maður var að fara í gerum núna sem kemur svona hálfpartinn upp blindhæð, ekkert hálfpartinn, hún kemur upp blindhæð og hún tekur hún á miklum hraða og er á rosalega nálægt að fara út af braut í kannski skipti sem að tekur beygjuna, en þú veist, það er bara partur af þessu að vera alveg á mörkunum og þessi braut er svolítið á mörkunum með margar beygjur. Þetta er einmitt beygjan sem ég var að tala um hérna, kemur niður brekkuna og svo akkurat hérna kikka gripinn. Þetta er yndislegt. Það er ekkert smá gefandi að ná hérna góðum hring hér. Brynjar slingir sér hérna inn í beygjunar, hann fer rosalega vítt hérna reyndar. Ég er ekki viss hvort maður fáir sekt þarna ef maður fer vítt. Nei, ég held ekki. Nei, maður græði náttúrulega ekkert á því. Ég hef lengi og eitt dekkir inn á, þá held ég þessu góður. Þetta var helviti ferskt. Svo kíka hérna og sjá hvort það sé einhver barátta annars þar á brautinni. Það sýnst mér. Eiður er bara með 9 sekúndur sikkurum megin við sig, þannig að það er lítið baráttur í honum næstunni. Það eru 3 sekúndur tæpar í Jón Brynjar fyrir aftan hann Hilmar hérna sem er í 5. sæti og Gunnar Karelsson er búinn að ná Jón Brynjari, þannig að við erum komin með baráttu. Já, það er þessi klassíska barátta milli Gunnars og Jón Brynjars. Já, þeir eru heldur betur búin að elda grátt silfur í síðustu keppnum. Já, Gunnar náttúrulega lenti í einhverju atviki hérna snemma sem að hendur hann niður í síðasta sæti. Hann var 50 tímtúkur. Hann á inni í smá hraða. Þetta getur verið skemmtilegt. Vissulega. Já, svona annað augað með toppmannum. Já, maður finnur ekkert rosalega mikið fyrir drafti á þessum bílum. Það er ekkert að spila svaka leik hér í þessari keppni. Og Gunnar að kíka, sýnir sig í speglunum, en meira að láta vita af sér sýnist mér. Sýnir sér vel hérna brekkuna, það er komið með gott rönn á streitið. Það er spurning hvert alltaf Jón Brynjar er að leyfa honum að fara. Þetta er risky move, en já. Jón Brynjar var ekkert að gera honum þetta of erfitt eða hvað? Hann Kominn bara aftur hérna inn á switchar verðið. ofan. Já. En slæra af. Það þarf að vera smá hræðigar í framúrastur hana. Þetta er smá gamble. En Gunnar komið fram úr. Vel gert. Er að vinna sig upp eftir mistök á fyrstu hringjum. Já, bara komið með smá bil strax, þannig að hann er greinilega með góða hraða í kvöld. Hilmar næstur. Braut. Já, bil á milli efstu manna er svona nokkuð óbreytt. Brynjar er aðeins búinn að fjarlægast Dimma. 6 sekúndur á milli Alex og Dimma, 3 á milli Brynjars og Dimma. Það spurning hvort að Gunnar nær að saksa á Hilmar.
Sjáum tímann koma Man niður on the svona move. best. Man on the move. Hann er að minnka bilið, hann er búinn að minnka það um hálfa sekundu rúmlega bara á þessum hring og hann er já, við getum farið að sjá barður nummer 2 hjá Gunnari. Brynjar svaka safe hérna núna rétt í þessu. Já, Gunnar, hann er að 6 á hérna. Kom í 1,5, hann er búinn að taka heila sekundu á einum hring, þannig að hann verður sannlega bara komin í striking distance í lok hringsins. Það skiptast að bröndurunum í kommentunum. Ég ætla að lesa upp einn hérna. Magnús Halldórsson. Ólafur spyr, hvað er pittlástíminn? Bergur svarar 11 til 12 sekundur. Þá segir Magnús að hann haldi að pitturinn sé alveg frá því þar sem hann byrjar og þangað sem maður kemur út á endanum. En þetta var sko ekki eini brandarinn á þessa vegu. Ég er að hlæja inn í mér. Þú vilt að halda í þér ekki. Ég veit það. Já, þeir eru að segja í tjattinu að Jón Brynjar hafi tapað einhverjum tíma. Það er spurning hvort hann hafi snúið eða eitthvað. Hann er allavega komin 12 sekundum fyrir aftan Gunnar núna, þannig að klárlega þá hefur eitthvað komið fyrir. Já. En hann er aðeins búið að jafnast. Þetta er búið að haldast í 1,5 sekundur núna í smá tíma. Carlos er hérna búinn að ná sér í aðra skemmt. Öss! Þetta Framstuðara. ætlar ekki að vera dagurinn í honum. Nei. Ekki beint. Hilmar er að segja og setja svona persónulegu bestu hringi. Er eitthvað að frétta á tofnum? Nei, það er svona bara aðeins að draga frá með þeim. Já, bilið er bara, það er búið að aukast núna í Hilmar, hann er að það er eitthvað svona jójóast fram og tilbaka. Það er spurning hvort að Hilmar er aðeins betri miðjusektor. Gæti verið. Það er svo margir sektorar hérna á þessari braut. Sjáum að Hilmar fyrir svolítið vítt hana. Þetta hleypir Gunnari bara innan við sekundu. Já, Nánast. þetta er fljótt að gerast. Það þarf ekki mikið að bregða út af. Sko, Gunnar er komin í skottið á Hilmari. Baráttunum 5. sætið sem hann byrjaði í. Þetta er örugglega að væntum að ná því aftur. Þetta er bara officially að detti það að vera bara það. Hann er komin á lyktina. Eins og hákallanir, hann finnur lykt af blóði. Hilmar með aðeins betri fyrsta sektor hérna. Ein mistök geta skipt svo miklu.
hann er ekki nógu nálægt til að nýta sér slipstream, en hann er ekkert langt frá því að vera í færi, en eins og ég sagði áðan þá er slipstream ekkert rosalega virt hérna nema hugsanlega sér mjög nálægt. Það snýst meira að halda momenti í beigjunum og koma hratt inn á kaflanum með gott exit, og sjá ég hérna, Gunnar kom með innan við hálfa sekundu. Mögulega fara að læna move upp í fyrstu beig. Það gæti verið sko, ef hann er góð exit í hérna, aldrei að vita. Með góðan hraðinn í beigina, ágætt exit. Örlítið betra en ekki alveg nóg. Það er svo mikið af hröðum beigjum en þetta er eiginlega svona fast in, fast out. Já. Yfirleitt er það slow in, fast out. Já. Prinsipið hjá okkur, sjá að Hilmar fer rosalega vítt. Slow in, fast out. Hann bara gerir nákvæmlega sem ég sagði. Akkurat. Hver er að kommenteturskassa núna? Sjá hérna, þetta er góð beygja hérna til að setja sig upp fyrir gott exit. Því að hún er góð exit í hérna, þá er möguleik að vera búin að slingshota sér við hliðin á ökumanninum fyrir fram að komandi inn í næstu beygju, en þetta gekk ekki alveg. Barstæðin heldur áfram. Já, Hilmar að setja hraðasta tíma sinn meðan á hælunum. Já, og Dimmi að setja hraðasta hring. Já, sæll. 1.36.7. Þessi tölu orðu tók 1 sekundu af Alexi á þessu hring. Sjónina. Þeir eru bara nekk núna. Algjörlega. Þetta er bara bumper to bumper. Við erum að Og taka... svolítið vítt. Gunnar nær sannlega betra exit þarna eða hvað. Og aðeins vítt hann Hilmar. Já, hann er með inn í línu. Er þetta að fara að gerast? Nei. Hilmar bremsar seint, nær að halda þessu. Næstu útúr. Og þá með Gunnar með inn í línuna eða hvað? Nei. Smásnerting, Gunnar býður. Sannkallaður herramaður notar herramannsregluna og býður og hérna gaf honum meira sem bara nokkuð gott forskot, þannig að Hilmar fær smá færi á að anda og Gunnar þarf að ná honum aftur, þannig að það verða engin eftirmál á þessu, en þetta var vissulega rétt í stöðunni. Hvað er að frétta á tóknum? Erum við að Dimmi komið hálfa sekundu? Það hjálpar honum ekki, en hann er rúmum 9 sekundum fyrir aftan Alex og með 9 sekundur á Brynjar. Já, þetta er bara að teyjast úr þessu eins og hérna, já, ég veit ekki hvað. Svo náttúrulega erum við að nálgast helming keppnarinnar, þannig að nú fer að vera spennandi á næstu hringjum. Sjá hvort að einhver ætlar inn eða hvort að allir ætli sér bara að keyra til enda á dekkjunum. Já, það verður mjög spennandi að sjá. Þetta er stuttur pittur, þannig að þetta er alveg inn í myndinni. Segjum svo að sko, ef að Alex fær inn í pit og Dimmi ætlaði að keyra til enda, þá væri bara mjög stutt í að við myndum sjá baráttu á milli þeirra aftur, því að það er rúma 10 sekundur á milli þeirra og pitturinn er aðeins lengri en það, og enn og aftur er Lando Carlos út í vegakanti. Sáum Dimma keyra hana fram hjá honum, en hann er að nálgast penalty zone að Dimmi, þar sem að tekur út rafsíkuna. Já,
Já, þú meinar þannig að Alex er eiginlega bara komið með pitstop á Dimma. Gott sem. Ég meina, hann geti tekið pitstop. Já, hann vill líka næla sér í hraðasta hring og svona. Já, algjörlega, eins og ég segi, þetta kemur alltaf í ljós, en það var svo sannarlega ekki þörf á því í hálftíma keppnunum, en og þið sjáum núna að við erum á 18. hring sem væri síðasti hringurinn í hálftíma keppninni, og ef þið sjáum dekkjaðustunni hjá Brynjari, þá er alveg nóg eftir á dekkinum, meiri nóg. En, heyrðu, hver heldur að hafi síðan ná Hilmari aftur? Heyrðu, er High Five kominn aftur, eða? Já, og við erum bara að horfa á framúrakstur hérna með innlínuna í fyrstu beygju. Ég skal segja ykkur það. Það er einbeittur brottavili hjá Gunnari. Gáðu honum ekki nicknafni High Five í síðustu útsendingu? Jú, ég held það. Og hvað erum við að horfa? Hann er komin í 5. sætið. Þetta er bara, hann hefur fundið sinn stað. þetta tímabilið. Hann vil eflaust komast hærra líka, en hann er búinn að vera svolítið í 5-unni. Hann hefur séð Brynjar. Hann er frægur fyrir sitt sæti. Alltaf eignar sér sitt eigið sæti líka. Þetta er svona þema í lífinu að vera alltaf, Alex er alltaf í 1., Brynjar alltaf í 3. og Gunnar alltaf í 5. Ég er að segja, ef þessi aukum með breytingu númer á næst tímabili, þá veit ég ekki hvað. En þessi baráttur ekki búinn? Nei, alls ekki. Hilmar hangir í Gunnari. Já, Eiríkur Ingi nefnir að Hilmar hlýtur að hafa gert mistök. Það sér það á 16. hring, þá var hann að tapa 2 sekúndum cirka. Nei, býttu. Það er spurning hvort að hann Hilmar hafi nokkuð gert einhver mistök. Ég er að skoða hérna hringtímana hjá honum. Þeir eru nú nokkuð svipaðir síðustu hringi. Þannig að svo sem það er eitthvað vantar hann á 19. hring hjá mér. Ég sé ekki hvaða tíman. Gerir mistök. Já, ef þetta er ekki kommentatorskurs, þá veit ég ekki hvað. Ég var samt ekki að hæla honum. Ég var bara að tala hringtíman hans. Hver getur það verið kars? Nei, með að þú varst með myndavél á honum ekki. Það er nóg. Já. Við skulum fá endursýningu á þessu hjá honum. Við skulum fá það úr bílnum hérna. Kemur inn í beygjuna. Já, hann bara fer á vítt og fær skemmt. Heyrðu, það eru fréttir á topnum. Alex kominn inn í pit. Ég skal segja ykkur það. Við erum Kominn á og hann undan kemur Dimma. út á undan Dimma. Hann er með 1,5 sekúndu á Dimma. Nei, Dimmi að nýta sér það meðan Alex er á köldum dekkjum. Mér grunir að Alex hafi langað í hraðasta hring og hann ætlar að reyna við það. Já, það er Gunnar Karlsson er einnig kominn í pit. Já. Og kannski, já, gaman að sjá hvað Hilmar líka. Já, hann virðist ekkert að missa sæthæði. Hann kemur út á sama stað líka. Hilmar og Jón Brynjar komin í pit. Hilmar alveg skemmt. Þetta er náttúrulega win-win situation fyrir Alex að geta farið í pit og komið út á undan á ferskum dekkjum. Það getur varla
skemmt fyrir. Nei. Það pínu verður áhugavert að sjá. Sko, Dimmi kom inn í pit líka. Já. Og Brynjar Péturs. Þetta nú meirinn ég átt von á. Ég verður viðurkenna það. Eiður Daði heldur áfram. Spurning hvar Brynjar kemur, hvort hann komi út á undan honum. Já. Kemur út á undan honum. Þannig að topp 3 allir búin að fara í pit. Eins og þá hérna Hilli Mega með rétt að spá. Hann er reyndar talsvert frá hérna raðasta hringspánni. Hann er sekundu frá henni. Já, hún var svolítið bjartsýn. En, þú veist, who knows? Alex á 9. dekkjum, léttum bíl. Gæti alveg gerst. You never know. Ég ætla ekki að útiloka eitt eða neitt. Mér sýnist Gunnar ekki vera að leiða í baráttu við neitt á næstunni. Það eru 25 sekundur næsta mann og 23 sekundur fyrir aftan hann. Þannig að... Jón Brynjar komið fram úr Hilmari hérna. Já. Í 7. seti. Ég er nokkuð viss það. Að Jón Brynjar hafi verið fyrir aftan Hilmar. Hann er á 9. dekkjum. Og Hilmar líka. Þannig að ef ég er að... Þá er Eiður eini ökumaðurinn sem er ekki búinn að fara í pit. Já. Og hann er 24 undan Gunnari. Það steikir hausunum mér alveg. Vorum við ekki að tala að pitinu var einhverja 11-12 sekundur eða eitthvað? Jú. Já, þeir hljóta að hafa gert ykkur mistök báðir tveir, Já. Já. Hilmar gerði allavega mistök sem kostaði hann einhverja rúmlega 10 sekundur á hann. 20 sekundur, ég veit ekki hvað það. Var Eiður í... Hann var á undan Gunnari á hann. Var hann í 4. sætinu á hann? Já, var á undan Gunnari á hann. Já, ok. Já, ég er að horfa hérna á bíl á milli Já, Gunnars. ok, það útskýrir kannski. Það spyrir hvort Eiður pittar. Þetta er svolítið mikill tími sem að Gunnar þarf að vinna upp á 14 hringjum. En það er alltaf stefna í baráttu 7. sætið aftur. Svona eina baráttuna braut eins og hér. Já, það eru Kraftey félagarnir. Jón Brynjar að bæta tíma sem 0.7. Það er náttúrulega á léttum bíl. Já, þetta er ekki alveg að gefa manni þær upplýsingar hvort þetta pistol virki eða virki ekki þegar allir fóru í pit. Nei. Ég
var að vorast þess að sjá hérna bæði ströttin hjá einhverju sem voru nálægt til að geta átt að með á því hvort væri nú betra en ég bara engu nærgunar. Eiður Daði er svona alveg að halda ákalla í við hann Brynjar. Já. Verandi ekki búinn að prita en ég meina þessi dekk er ekkert að fara að skána. Jón Þór talaði að dekkin verða léleg eftir Árneshvallarhring. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er að vera léleg en það lítur að vera einhvern tímann fyrst menn er að fara í pit. Sjáum Hilmar, hann er komin hérna með rönnið á innanverðu. Þetta er ekki mjög tradisjonal framúrakstur staður en Brynjar er ekkert að erfa þetta við hann. Það er ekkert sérstaklega mikið pláss fyrir tvo í þessari beygju. Það er nóg pláss á grasinu, sant? Já. Stór sandkassi hana líka. Já. Þannig að ef þeim langar til þess að komast í highlight-rílið í lok tímabils, þá má reyna það. Mæli ekki með þessu. Ég vil taka eftir að þeir eru báðir númer 18. Jón Brynjar og Hilmar. What? Það hafi ykkur á þýðingu, 18. Er það eitthvað? Er það löglegt að má svona? Hvern hringi ég í? Tja. Nú spyrir stórt. Þeir eru hérna að berjast rosalega mikið. Hvernig á ég að sjá munun á þeim? Nei, það er ágætt að vera með nöfnarna fyrir ofan. Getur prófað að taka þarna race details af. Sér munun á þeim. Þetta er ennþá bara örgu barða því að Jón Brynjar er ekkert að sleppa hana frá sér. Nei, heldur betur ekki. Þessir herramenn er að sjá til að við höfum eitthvað að horfa á allan tíman. Algjörlega. Það er eiginlega bara búið að vera barátta allan tíman hjá okkur. Já, þetta er alveg búið að vera alls konar skemmtilegt í gangi. Það er eitthvað sem er hægt að kvarta yfir að það mættu vera fullt lobby. 10 fleiri bílar, það er mjög skemmtilegra. En fyrir 8 bíla reis þá er þetta bara búið að vera nokkuð viðburðaríkt. Alls konar slide og action og útafkeyrslur. Þetta er ekki alveg nógu heppilega línu hérna og fer vítt. Tók grasið. Góða samt við Mazda sko meðal þegar maður keyrir þess að brauta grúp 3 sko að þú getur alveg farið út í grasið og bring it back. Þú getur náð honum aftur. En það kemur ekki þetta snapp sem kemur á bílunum sem eru með slikkara. Þegar maður farið grasið þá bara snýstu og bara ekki við bjargandi. Maður getur farið alveg bara töluvert off-road á þessum bílum. Þá ég mæli nú ekki með því. Maður getur meira segja að keyrta í rigningu á þessum dekk. Já. Já, var ekki þannig að það er ekki til hérna rigningadekk í sport. Það keyrir bara á sportdekkunum. Ég sjáu hérna, við erum að horfa á barðanum 7. og 7. sem er aðeins búin að minnka. En fyrir aftan þá er bara Alex. Já, hann er bara mættur. Hann er bara farin að sjá í skottið á Jón Brynjari. Þú voru að fara að passa þig ekki. Instant replay. Instant replay. Nýta sér tækna. Sjáum hann hérna. Næra að halda sér inn á. Þarf nú ekki að pússa svona mikið, hann er búinn að ná hraðast að hringa dimma. Sjáum þetta hérna aftur. Hérna kemur hann á bottan.
rétt með að redda þessu, vel gert. Hann bara búinn að auka bilið vel í dimma, það er komið í 16 sekundur basically. Dimmi var að spinna þessu tölu orðum. Við höfum ríflega það. Já, fyrstu beygju. Sjáum hérna hvað gerist. Þannig kemur hann í fyrstu beygina. Hann bara beygir og snemma einsýnis mér. Ég skal segja ykkur það. Já. Tekur hann að grasið að innanverðu. Hann er að tapa 15 sekundum með þessu. Svo fá þetta frá onboard líka. Svo hérna. Hann bara byrjar að slæta á inngeyslunni. Þegar hann er að byrja að beygja inn og that's all she wrote. Hann fær bara yfirstýringu inn í Apexi. Já, basically. Sem er gott, en ekki alveg svona mikið. Nei, en hann heldur enga síður öðru sætinu og er ennþá með alveg 11 sekúndur á Brynjar, þannig að það er bara búið að vera að aukast alltaf á milli efstu manna og raun það mikil tími að menn geta leyft þeir að gera svona mistök og haldi sætinu sínu. Það er spurning hvort að hann hafi verið að pússa fyrir hraðasta hring. Það sem Alex er búinn að ná nælunum á honum. Alex er að keyra hérna, taka fram úr Jón Brynjar og Hilmari sem eru komið með bláflögg. Sem að skemmir svolítið fyrir bardaganum milli þeirra. Já, það var nú svona aðeins búinn að þynnast út. Ég held að sé ekki að trufla neitt. Sjáum til. Já, það gæti verið. Kannski hann muni að hæðast á Gunnari eitthvað. Já. Hilmar er hérna fyrir aftan, Alex er fyrir aftan Hilmar, er það ekki? Það er komið fram úr Hilmar fyrir ekki, þannig að næsti maður á dagskrá, hann er samt svolítið bíl í hann, þannig að það er ekkert að fara að gera svo næstinni. Ég finna að skoða dekkjastöðunni hjá Eið. Hann er nú bara að halda góðum dampi. Hann er með 18 sekúndur í Gunnar fyrir aftan sig. Hann hefur góðan buffer, gæti pitt og komið út á undan Gunnari þessuna ef hann vildi. Það stefnir kannski í slag aftur sjötta sæti, hver veit. Þeir eru búin að vera að halda upp í axjónum svolítið. Hilmar og Jón Brynjar. Það er ágætur punktur hjá Ólíu Nóa, hann talaði að það voru 24 sekúndur áðan á milli hans Eiðs og Gunnars. Það er komið niður í tæpar 19, þannig að hann er búinn að vinna 5 sekúndur áðan á Gunnar. Þannig að það er klálega dekkjamunurinn að skila sér, myndi ég halda. Já, það er eftir svona 8 hringi frá pitstoppi, þannig að þetta er kannski heilt pitstop. Give or take. Það telur mest á síðustu hringjarnum. Hilmar, hálfur út breytt og snýr honum. Voðalega maður. Rosalega var hann á aldunum, Jón Brynjar. Það var rosalega instant replay. Instant replay, heldur betur. Það var nokkuð fallega gert að bjarga þessu svona sent. Og hann kom snappið. Hann skemmti þá að hann ekki bílinn og fór ekki í Jón Brynjar. Ótrúlega hvernig hann bjarga þessu að fara ekki hring nr. 2 hann. Svo
sjá þetta aftur. Nýta þetta replay botn. Sjá þetta frá öllum sjónarhornum. Þannig að það spurning hvort að baráttan á milli þeirra haldi þá ekki bara áfram. Að Hilmar gerir mistök, hann nú ekkert langt fyrir aftan hann. Þannig að þeir eru heldur betur að halda lífi hérna í útsendingunni hjá okkur. Þeir kraftegi ökumenn. Hilmar kominn í skotti á Jón Brynjari. Sér í hnakkan á honum. Setja persónulega best tíma. Kann ekki dómast að hann myndi bara sitja það núna þessu hring. Átján sem pressar átján. Landstról og landstról. Nei, ég sé svona. Já, strákar, ég vil vera að taka þetta mál upp á næsta liðsundi. Ég alltaf gamall til að höndla svona hluti. Ég skil það ekki. Sem kíkja hans borð til Hilmars. Dansandi þarna. Það var sko ekkert að spara dekkjum í þessum ökumönnum. Nóg eftir. Og hann notar flautuna. Þetta má ekki kapast, ég segi mér það. Það er sannlega ekkert sem að fer meir undir skinni á mér ef ég er að keyra í lobby og einhver gaur fyrir að flauta fyrir aftan mig. Það er gaman að þessu hérna í sama liðinu að berjast. Mér sýnst að vera að blikka líka því að ljósin er að koma upp hérna. Herru, hann fann stefnumerki, er einhver liðsskipanir í gangi hérna. Blikkar og svo gefur Jón stefnumerki. Erum við að fara að horfa á fram úr hleypu? Eða hvað? Eru þið bara grínu? Já, hann flauta því hann átti að gerast þeim með. Snáaði frá, ég ætla fram úr. Já, það er bara... Já, allavega nóg bíl fyrir framan og aftan hann, það geta dunda sig við þetta. Það var bara svona eins og einhver gauða með rótsreits í umferðinu fyrir aftan, hann bara blikkaði og flautaði og fékk það sem hann vildi. En núna er Alex officially kominn 30 sekúndum undan dimma. Það er ekki það. Tjekkum stöðuna hérna á honum Gunnari. Bílið heldur áfram að minnka, komin í tæpar 14 sekúndur. Þannig að hann er klárlega að vinna upp tíma, en það er samt ekki nema 5 hringir eftir. Það er spurning hvort það dugi. Eiður er búinn að vera að keyra á 1.39, 1.40, 1 lágar 39, 1 háar 39. Hann er svona nær 1.40, háar 39. Og meðan Gunnar er að keyra á 38, 37, 8, 88, lágar 39. Já, hann er alveg að keyra 1-2 sekúndum hraðar á hring. Give or take, hvaða hring við erum að tala um. Þannig að
Þetta geti alveg endað í einhverju baráttu en eins og segi, það eru fáir hringir eftir, sannilega ekki nægur tími. Og enga breytingar á toppnum. Menn geti þess vegna farið í auka pitstop á þess að tappa sætinu sínu. Ég var eitthvað að rugla á hann hérna með að Alex geti unnið deildina ef hann enda á palli. Ég var að rugla saman að Dimmi, hann myndi tryggja sér annarsætti ef þetta færi svona. Já. Þannig að spennan nær að teygjast í síðustu umferðina, það er bara nákvæmlega það sem við viljum. Já, viljum við það ekki alltaf. Jú, það er alveg óþolandi ökumenn sem er að klára þetta svona snemma, sko. Það er kallað spennun á þessu. Hvað hefur við þá að tala Ingi? Nákvæmlega. Dimmi, það er alls konar taktar í honum í kvöld, hann slætar í ýmsar áttir á möstunni sinni. Bilað milli Gunnars og Eiðs er komið niður í 12 sekúndur en það þarf eitthvað mikið að gerast ef að það breytist. Þetta er aðeins svo stórt gap, sýnist mér. Eiður þarf að gera einhver stór mistök. Bronsmaðurinn á sínu stað í 3. sæti. Gæti nælt sér í sitt 7. brons á þessu keppnisári. Við erum að starta hérna hring 34 og dekkin hans Eiðs eru ekki orðin hálfslitin. Þeir eru svona nálægt yfir að hálfslitin vinstra megin. Þannig að já. Þetta er alveg ennþá spurning, sko. Ég get séð rök fyrir bæði að fara í pit og fara ekki í pit. Ég veit ekki, ætla maður ekki bara að wing it. Sjá til. Sjá bara til. Hvað er pitstraktið þitt? Kannski. Sjáum til. Gæti bara sagt Ferrari, Ingi. Það er nú ekki vísra gott. Sekundur, já, þetta er of brött brekka til að klífa fyrir Gunnar. Það er ekkert að gerast annar staðar á brautinni í augnablikinu. Styttist í að Alex hringi Carlos í annarskipti. Já. Greið Carlos. Klárlega ekki dagurinn hans, hann er alveg mínútu eftir næsta manni. En Alex, hann er ennþá að keyra á 37 lágum. Já, ekkert smá konsistent þegar við horfum. Já, þetta er bara rugl. Hann er með einn hringana sem hann tapar tæpum 5 sekundum, 1:38.9, það er eitthvað komið fyrir á þeim hring, en hann er hér að hefja sinn síðasta hring. Setur hérna 1:36.9 á næst síðasta hring. Já, það er náttúrulega bara crazy, sko. Það er bara crazy. Það getur hann nýtt draftið frá Carlosi á beinakaflunum, ég veit það ekki. Reynda að bæta hennan hlaðasta hringtíma. Sjá, hann fór svolítið vítandi í fyrstu beini. En já, Alex búinn að eiga frábæra keppnir, 4. sigurinn í röð. Svo sannarlega skilið.
Já, það verður ekkert ekki á honum. Þetta er búið að vera svaka rönn hjá honum. Og hann er svona að lauma annar í hendin í 8 dollunni fyrir tímabilið. Hann er að komin í góða stöðu í stigum fyrir síðustu umferðina. Eftir 2 vikur á Nürburgring. Hérna hleypir Karlsson fram úr. Slætandi í næst síðustu beginni. Það er ein bæ eftir. Alex Þorgeirsson, 4. keppnin í röð sem hann sigrar hér í fyrstu deild. Glæsilegur akstur hjá honum. Stöðugur akstur og lítið af mistökum og sýnir okkur hvernig á að gera það. Til hamingju Alex, þetta var frábærlega keyrt. Til hamingju 4. sigurinn í röð. Og núna er 7. sætið í síðustu keppninni til að tryggja sigurinn í fyrstu deildinni. Herru, ég er með hugmynd fyrir tölfræðihornið. Yes. Hvað er sem sagt met í þeirri deild í að eiga marga sigra í röð? Ég get bara sagt það. Já. Ég reiknaði það daginn, held ég. Ok. Það er náttúrulega engin annar en Jökull í úrvalsdeildinni. Já, gat verið að Jökull að ég metið. Mér minnir að það hafi verið 13. Já, ok, þannig að ég ætlaði að fara að koma með eitthvað svona hæp. Alex geti verið okkur í röllu. Nei, þá kemur Jökull og bara rólegi strákar. Hann þarf að vera í 2 ár í viðbót í fyrstu deild til að ná því. Það er ekki að djóka. 13 sigri í röð. Ertu ekki að meina í úrvalsdeild? Já, í sömu deild, jú. Já, ég er að tala bara fyrstu deild. Já, bara í fyrstu deildinni. Já, því ég man ekki eftir neinum á rönni í fyrstu deildinni með svona marga sigra í röð. Þetta hefur verið barátta þar sem að 2, jafnvel 3 eru að vinna keppnir yfir tímabilið. Já, við vorum með 5 mismunandi sigurvegara á síðasta tímabili, til dæmis. Já. Þannig að, ok. Nei, já, en ég vissi náttúrulega með stór með þegar Jökull, sko. Já, mér missið þið hérna spurningin. Herðu, þetta var geggjað. Þetta var, við fengum kappastur. Og baráttu, svona örugglega 80%. Já, þetta var mun meira af baráttum og mistökum sem við fengum að sjá í kvöld heldur en í gærkvöldi. Og ég hugsa að það muni aukast í muna á morgun þegar að úrvalsdeildin keppir og það er á sama tíma. Þannig að endilega fylgist þið með. Þar verður ekkert gefið eftir, en skulum fara hérna yfir stöðu keppanda. Fyrir MS TRB Racing er það Alex Geirsson sem sigrar keppnina og er einnig með hraðasta hring. Dimmi fyrir Lava Show Racing Team er í öðru sæti. Brynjar Péturs fyrir MS TRB Racing er í 3. sæti. Síðan er það Eiður Daði í 4. sæti fyrir Crafty Racing. Gunnar Karlsson fyrir MS TRB Racing í 5. sæti. Hilmar fyrir Crafty Racing og Jón Brynjar fyrir Crafty Racing. Það er 7. og 7. sætið. Og síðan er það Carlos sem að keyrir fyrir Lava Show Racing Team sem að klárar í 8. sæti. Ekki hans keppni í kvöld, en þar hafið þið það. Topp 8 hér á Brand Hatch. Já, þar höfum við það. Þetta var þar skemmtilegt. Gaman að vera með Ingi. Já, takk bara fyrir mig í kvöld. Og sáumst á braut á morgun. Við gerum það. Fyrsta deildin, hún er sponsuð af Autocenter, Classic Detail, GT Akademíunni, Kalda, Kraft Day, Mjólkur Samsöluna, Verkfræðistofu Reykjavíkur, Yamaha á Íslandi. Og svo að sjálfsögðu ykkur kæri áhorfendur fyrir að koma og horfa á þetta, smelli like og stöðulega skemmtilegri umræði í kommentunum. Við sjáumst annað kvöld. Já, takk og bless.